Já, ég mættur hérna á Tjörnesi, rétt hjá Húsavík og í heimi þar sem það bara safnaðalega búbús og Pokémon-spilum, þá ætlum við að fara að skoða númerastimplasafn. Já, Heiður Árnason heit ég. Ég hef búinn að búa hér alveg frá fyrstu dögum mínum, reyndar fæddur á Húsavík, en hef búið hér á Hallgrímsstöðum síðan og býð hér enn. Ég byrjaði snemma að safna og það var frímerki sem var nú upphafið. Ég var ekki nema 7 ára gamall þegar ég fór að klippa þeim fáu bréfum sem bárust. Það voru ekki mörg. En ég náttúrulega eyðilagði bréfin með ég hugsaði mig út í það þá. Löngu seinna fór ég að safna stimplum og fljótlega, cirka 1970 fór ég að safna svonefndum númerastimplum. Það voru stimplar sem voru úthlutaðar póstþjónustunni 1903 og allar bréfhyrðingar í landinu. Það voru aðeins stærstu kaupstaðir eins og Reykjavík og Akureyri og fleiri sem fengu bara stimpla með sínu nafni, en þessir minni staðir fengu bara númer hver staður. Við byrjum bara hér á fyrsta bréfinu, það er númer 1. Voru Klausturhólar sem í Árnessýslu, þeir fengu númer 1. Þetta er eina held ég megi fullir af það, þetta sé eina bréfi sem þekkt með þeim stimpli. Svo fer maður bara fljótt við sögu. Hérna til dæmis sýnir svona því hvernig stimplar færðast á milli staða eða voru færðir. Númer 2 var á Eyrarbakka og svo það ekki fyrir 1913 og þá var Eyrarbakki búinn að fá stimpil með sínu nafni, Eyrarbakki, svo kallaðan brúastimpil, og þá var stimpillinn færður og notaður á Svalbarðseyri og Svalbarðsströnd með númer 2. Og ég er hér með bréf frá báðum stöðum, bæði Eyrarbakka og Svalbarðsströndinni. Og ég held að þetta sé eina bréfi líka sem þekktur á Svalbarðsströnd. Hvaða bréfum finnst þér svo skemmtilegast að safna? Þeir eru allir jafn skemmtilegir, þessi númerastimplar. Ég er náttúrulega með fleiri söfn, en þetta er svona uppáhaldssafnið mitt. Hérna er til dæmis eitt gott dæmi þessar litlu bréfhyrðingar, þær fengu ekki neinn hágildi frímerki vegna þess að yfirleitt var að senda bara almenn bréf og það kostaði náttúrulega ekki nema kannski eins og hér 25 aura undir bréfið. En þá voru þeir bara með 5 aura frímerki, þannig að þeir eru að setja hansi mörg til þess að komast upp í eina 25 ætla ég nú að segja. Þetta er bréf bara frá 1952. Svo þurfti að senda peninga, þá voru þeir sendir í svona verðbréfum sem kölluð voru. Það voru bara taldir seðlar ofan í bréfið og bréfið sjálft var svo lakk innsiglað á bakinu. Og stundum var talið ofan í það af póstmanninum á hverjum stað. En þau eru miklu sjaldgæfir þessi verðbréf. Það má segja frá því að það var ein kona sem er nú landsþekkt, Halldóra Bjarnadóttir. Hún lét öll sín bréf til safnara, þannig að það hefur varðveist geysilega mikið af bréfum til hennar. Hún gaf út blað sem var svona kvenréttindablað, sér Hlín, og fékk mikinn póst og þó að burðargjaldið væri ekki hátt þá þurfti að greiða einhverja smá upphæð fyrir hvern árgang og þá fékk hún peningana yfirleitt senda svona í svona verðbréfum. Það voru engin kort á þessum tímum, það voru bara peningar sem gildu. Alls eru þessi númer 300. Það var bara byrjað á einum í Árnessýslu og svo var haldið í rangsælis landið og þessu dreift á, eins og ég segi, á allar bréfhyrðingar. Og þær voru í fyrstunni 173, þannig að 1903, svo smá fjölgaði og þá var bætt við númeru þá til að það endaði með því að 300 var hæsta talan sem notuð var austur og héraði. Númer 44, það var á Borgarfirði eystra og þar kom skip við með póst en einhver hluta vegna hefur ekki kannski verið, maður veit ekki, ég hef með kort hérna sem er með blekogildingu, þá var bara að skrifa númerið á stimplinum á frímerkið og það eru mjög fá bréf þekkt heil með svona númerum.
Skipið það var engin höfn til að komast að, þannig að það verið farið bara með litlum bátum og millið út í skipið. Og þess vegna hefur kannski verið bara að skrifa nafnið. Þetta sendt alla leið til Argentínu, þetta kort. Þannig að þetta mjög sjaldgæft. Hérna gott dæmi þetta ábyrgðarbréf sem sendið til Englands með stimpli nr. 41 sem Norðfjörður í Suður-Múlasýslu. Og þarna bara einserismerki og 4 aura og 5 aura til þess að það kostaði aðeins meira undir það heldur en venjulegt bréf. Svo voru oft skrifuð nöfni hérna framan á skipum sem að fluttu póstinn á milli landa. Þetta er bréf sem nr. 40 frá Fáskrúðsfirði, það sendt 1906 líklega. En það fær hér 3 nöfn, fyrst það SS Vesta sem var flutti póst, svo kom Kong Inge og loks var það svo Egill. Það strikaði 2 fyrri nöfnin, þannig að sennilega hefur það farið með agli til Kaupmannahafnar. Það er mjög erfitt að finna bréf frá mörgum stöðum sem voru kannski notkun svo stuttan tíma líka. Hérna er sýnt bara bakhliðin á þessu bréfi vegna þess að peningabréfið þurfti að loka með lakki og setja eitthvað signet onni til þess að það nú öruggt að enginn kæmist nú í bréfið. Og hér er bréf frá Svalbarði í Norður-Þingeyjarsýslu. Þar var stimpill sem var nr. 56 og þeir hafa notað númerastimpilið til þess að skella honum hér í öll þessi lakkinnsigli. Það hefur ekkert átt að opnast. Hérna er dæmi af fallega skrift. Þetta er bréf sem sendt frá Kópaskeri líklega 1925 með Goðafossi sem skrifa hér á og þetta er mjög einstaklega falleg skrift. Hérna er eitthvað fágætasta bréfið í safninu. Það er nú bara með númerastimpli frá Húsavík sem og er ekkert mjög sjaldgæfur. Það var nr. 49 en bréfið kemur frá hérna sendt frá Líkt í Skotlandi og viðtakandinn er læknir á Breiðumýri fram í Reykjadal. Bróðir hans, Garðar Gíslason, var með verslun þarna úti í Líkt og verið að skrifa Ingóli, lækni. En bréfið kemur óstimplað, bara með bresku frímerki til Húsavíkur og þeir skella númerastimplinu 49 á breska merkið. Mér vitanlega ekki þekkt nema 2 bréf á landinu með íslensku númerastimpli á bresku frímerki. Það var margir búin að ágirnast þetta bréf hjá mér, ég hef nú haldið í það. Það munaði litlu samt ég lét einn vin minn danskan hafa það fyrir mörgum árum. Kom hérna í heimsókn til mín. Svo voru opinber bréf eins og póstafgreiðslur voru, sem að ríkið rak. Þeir þurftu ekki að nota frímerki. Hérna er gott dæmi um það. Það er bréf sem er sendt frá Þórshöfn. Það var nr. 58 númerastimpill og það var bara númerastimpillin settur skellt hann á bréfið og þannig fer það til Kaupmannahafnar. Pósturinn fór ekkert að kaupa sérstaklega undir það sjálfur. Svo var stimpillin færður frá Þórshöfn á Heiði á Langanesi og þetta er bréf með nr. 58 stimplað á Heiði á Langanesi, ábyrgðarbréf nr. 1. Þetta er svokallað Petersen bréf, það var danskur maður í Reykjavík sem rak Petersen sem rak Gamla bíó og hann sendi 1938 á allar bréfhyrningar bréf með prentuðu nafninu sínu og heimilisfangi hér utan á bréfin og þetta er svona hálfgerður tilbúningur af því að þetta er ekki gert fyrir svo seint að þarna voru flesta bréfhyrningar búin að fá stimpla með nöfnunum en hann baði að nota númerastimplana til þess að fá þá á bréf. Þeir segja samt mikla sögu og í leiðinni vildi hann kaupa notuð frímerki af þessum bréfhyrningum. Þannig að það má segja að þeir voru ekki alveg svona erindisleysa, má segja. Hérna er nákvæmlega eins bréf frá Flati á Skjálfanda. Það er ekki fyrir núna síðustu 2-3 árin þá var komið fram 1 eða 2 bréf, svona almenn bréf, vel með farin sem áður var þetta eina sem þekkt var. Til dæmis hérna á Hallbeinstöðum var stofnuð bréfhyrning 1918. Þá var verið að vinna kol hérna í Námum, Ytjutungu og Hringveri
og það unnu þannig 60 menn og þeir voru margir að sunnan eða frá Reykjavík og þeim þótti lánta og fengu lítinn póst einu sinni í mánuði frá Húsavík held ég hafi verið þá. Þannig að þeir vildu fá bréfhyrðing á staðinn þar sem þeir getur póstlagt bréfin og þeir komist fyrir á stað og fá póst líka. Og það varð úr að þá bjó afi mig hér sem heit Kári Sigurjónsson, hann tók að sér að vera hér með bréfhyrðingu og hún var starfrækt þarna frá 1918 og allt til 1957. Þá var hún aflögð. En ég maður vel eftir póstimplánum þegar þeir voru hérna, lék mér með þá þegar ég var krakki. Hérna kemur eitt sem þetta er eina eintaki sem þekkt frá Lundarbrekku í Bárðardal, númer 64. Þetta hefur verið eina af þessum póststöðum sem var lítið notuð. Svo hef ég reynt á hverju blaði, þá sýni ég líka lausmerki og með sama stimpli og helst líka þjónustumerki af því að þau eru miklu sjaldgæfari. Það voru út við sveiti voru þetta fyrst og fremst prestar sem voru í þannig þjónustu að þá máttu þeir nota þessi þjónustumerki. Þau eru sérstaklega prentuð þannig. Það er ekki mörg bréf í söfnum sem eru stíluð hingað á Tjörnes. Hérna er eitt sem stílað á Hringver, mann sem hét Guðni Gíslason og var búsettur á Hringveri snemma á síðustu öld. Og dætur hans bjuggu þarna 2 svo lengi, allt fram 1980 á Hringveri. En bréfið er frá Hálsi í Fnjóskadal. Sá stimpill var fluttur af Skógum í Fnjóskadal seinna og þetta bréfið frá Skógum, stílað af útvarpsstjóra, Jónas Þorbergsson, sem var þingeyingur. Hérna þetta eina bréfið sem þekkt frá Brettingstöðum hér á Flateyjardal sem hérna í fjallgarðinu beint á mót okkur hérna á Tjörnesinu. Þetta mjög fallegt bréf. Það var Viti og þetta bréf sendt vitamálastjóranum í Reykjavík. Einhver skýrslu gerði í sambandi við vitan. Hérna er svona alltaf sjaldgæfur hlutum og látum ekki mikið yfir sér. Hann er með númerstimpli 84 sem var á Siglufirði frá 1903 til 1909 og þetta eru dönsk merki. Það hefur verið gaman að eiga þetta bréf en það hefur verið heilt en einhver safnari hefur á sínum tíma leyst þetta til þess að eiga frímerkin. Það var svo seint sem að hér á landi var farið að hugsa það að póstsögunum sem var fólkin í því að eiga bréfin heil. Mér er bara geggjað og manst allar þessar upplýsingar bara í hausnum. Þetta er bara brotað í látum. Þannig er bréf frá Mýrum í Vestur Ísafjarðarsýslu, númer 115. Þangað flutti prestur frá Þorlákstað í Kinn og stofnaði héraðsskóla á Núpi í Dýrafirði og þekktur maður á sínum tíma. Þetta er nú eina bréfið sem þekkt með þessum stimpli og það er skemmtilegt að hann er sjálfur sendandi því að nafnið þess er aftan á bréfinu. En menn gerðu það ofta hér áður fyrir, sérstaklega með verðbréfa, að merkja þau með nafninu sínu. Hérna er bréf númer 125, það er frá Bíldudal. Það er svolítið skemmtilegt þegar það er frímerk bara með einni sorta frímerkjum, eins og þetta. Þetta er frímerki af Friðrik VIII Danakonungi sem þetta frímerki kom út 1912. Ég verð nú aðeins að segja frá þessu bréfi hérna. Það er sendt til Danmerkur, hérna frá Hallbeinastöðum 1923. Þetta bréf sá ég á uppboði erlendis og það var myndaði og ég þekkti bara skriftina þegar ég sá númerið að það var hérðan. Þetta er skrift afa míns. Hann vann og safnaði afi, hann safnaði grjóti hérna á bökkunum. Það eru hér steingervingar þetta eru sérstaklega Tjörneslaugin og Hallbeinasstaðarkamburinn og einnar frægastu þar af þeim, já. Og þetta var nú, það var verið lyfjafræðingur og var búsettur lengi á Seyðisfirði. Kom hér og var eitthvað að grúska hér í þessum skeljalögum og afi var með honum í því. Og þeir skrifuðu svo á í mörg ára. Ég náði þessu bréfi á þessu uppboðið. Það var nógu tími til að senda, það var ekki þetta bandanum var bara skriflega á þessum ári. Ég fengi þetta 1980.
Og sem betur þá var nafn afganlega aftan á bréfinu, þannig ég þekkti skriftina þar rétt. Hérna hefur hann svo fengið Petin sem bréf þarna 1938 og stimplað það hér með númerastimplinum á frímerkinni Setur Hallbjarnarstaðastimpilinn svona til vara hérna við hliðina með dagsetningunni 16. nóvember 1938 og það ábyrgðarbréf númer 5 frá Hallbjarnarstöðum og eins og ég sagði áður, bréffinningin byrjaði 1980 þannig að þetta 5. ábyrgðarbréfið á þessum 20 árum. Fyrst þú búin að safna svona lengi, hvenær fórstu að svona halda utanum allt? Já, það var nú furðu fljótt sem ég fór svona að fara þokkalega vel með hlutina. En þegar ég fór að safna þessum stimplum þá kostaði það allt aðra hugsun í sambandi við frágang á öllu. En númerastimpluna fór ég ekki að safna fyrir, eins og ég segi, 1970 og mér tókst fyrir rest, það nú ekki nema 3 ár síðan. Að ná síðasta númerinu annarkvæmt á heilu bréfi eða á lausu frímerki. Þeir eru margir mjög fágætir og sjaldan á ferðinni. Svo kom það fyrir að stimplar brunnu og allavega ónýtir. Hérna gott dæmi það, 144 frá Gröf í Hnappadalssýslu og þá fengu þeir nýja stimpil með sama númeri en allt önnur gerð af stimplum. Stimpilgerðirnar eru 2 í það heila. Þessi fyrstu sem voru frá 1903, þeir voru frá númer 1 og upp í 210. Eftir það komu þessir stimplar með miklu stærri stöfum frá númer 211 og upp í 300. Svo kom það fyrir að það yfirleitt var að nota svartblek á þessum bréffinningum. En það kemur fyrir að blátt blek er notað á stöku staði. Það er mjög sjaldgæft. Þetta er skemmtilega hlutur og sjaldgæft. Þetta er frá Kirkjuvogi sem er í Gullbringusýslu á Reykjanesinu. Og þetta er vellisti sem einhver Íslendingur er að senda til Danmerkur. Hann var að kaupa frímerki. Þetta er nú bréf með 219, það er sérstakur stimpill að því leytinu til að það var bara borð í bát sem gekk frá Ísafirði, frá Ísafirði og inn eftir Ísafjarðardjúpinu. Kom við á nokkrum stöðum, þar á meðal á Arngerðareyri og Æðey og víðar 215 og það voru þó nokkuð mörg skip sem önnuðust þessa flutninga í gegnum tíðina. En þau voru, ég held að hafi byrjað 1930 og 35 held ég segja. Nei, fyrirgefðu, það er 1937 byrjuðu þau. Hérna er nú eitt bréf úr Eyjafirði sem er einstakt á sinn máta, það er númer 224. Sá stimpill var notaður á Litla Árskógssandi frá 1928 til 1930, þannig að það er ekki langur tími. Það er ekki mjög mörg ár síðan að vinur minn eitt fann þetta bréf út í Danmörku og seldi mér það. Þetta safn sýndi ég nú í fyrsta eina skipti sem ég hef sýnt það var Nordía-sýning sem haldin var í Garðabæ fyrir fáum árum. Það sýndi ég þetta safn í 14 römmum, það var takmörk á því að sýna, hann má ekki sýna nema 8 ramma í safni. Þannig að þetta flokkast ekki undir að vera venjulegt safn. Og það var ekki dæmt eða neitt, það var bara til sýnis, 14 rammar. En það vakti talsvert mikla athygli og það voru margir sem kom að mér og alveg undrandi yfir hvað ég var búinn að ná miklu saman af heilum bréfum. Því ég lagði mig fljótt eftir því að ná heilum bréfum. Hérna er einn stimpill frá bréffiðringu sem var í Reykjavík 235. Það var í Skildinganesi, það voru litla bréffiðringar. Þó nokkrar í Reykjavík sem voru afar lítið notaðar. Því það fóru allir sem kallað var niður í bæ. Þar var aðal pósthúsið og þar settu menn yfirleitt póstinn sinn í. Komu honum til flutnings, vítt og breitt veröldina. En þetta er
Þessi var í Skildinganessi og ég held ég megi segja að þetta sé eina bréfið sem þekkt með honum. Hérna númer 249 sem ég eignaðist fyrir fáum árum síðan, en það er ekki vitað hvar 249 var notaður. Bókhaldið eða skrásendingi á póstinu var ekki betur gerð en það að þegar var verið að úthluta svona einu stimpli seinustu árin, þá gleymdist að skrifa inn hvert hann fór. Og því miður þetta er stílað á konu sem bjó í Reykjarfirði í Norður-Ísafjarðardjúpi, Norður-Ísafjarðarsýslu. En því miður hefur sendandinn ekki sett nafni sitt aftan á bréfið á heimilisfang. Þá gátt hann leyst að sjá hvaða bréfið var. Ég hef ekki keypt mörg heilsöfn af svona númerastimplum, þó aðeins eitt nokkuð gott safn fyrir mörgum árum. Flest hef ég fengið, langflest hef ég keypt á uppboðum í Bandaríkjunum, Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi og einstakar, þó nokkuð mörg hef ég fengið hér á landi líka sem bara svona hinir og aðrir hafa fundið og getað útvegað mér, selt mér, en það er miklu sjaldgæfara. Yfirleitt lenda svona hlutir inn á uppboð erlendis og svo er bara boðið í hver býður best. Þetta er einstakur hlutur 269. Það eru Eyjólfsstaðir í Austur-Húnavatnssýslu, notaði frá 1934 til 1939 og þetta er eini hlutur sem er þekktur með þessum stimpli. Hérna var eitthvað sjaldgæfasta bréfið í safninu, það er nummer 272 sem var á svo nefndum stað sem var Svalbarði á Langholtsvegi 23 í Reykjavík. Þetta er eina bréfið sem er þekkt þaðan. Og hér kemur eitt sem er einstakt líka, það frá Reykjanesi í Norður-Ísafjarðarsýslu, númer 276. Það er eins með þetta er eina bréfið sem þekkt er með þeim stimpli. Og þá erum við komin að síðasta blaðinu og það sjálfsögðu númerið 300 og það var notaður á sveitabæ sem heitir Skeggjastaðir og er í Norður-Múlasýslu. Þetta er fylgibréfa sem það hefur fyllt pakki sem hefur verið að senda að Þrastalund í Norðfirði. Þetta er skemmtilegur hlutur. Áður hafði ég eignast hérna afklippu af verðbréfi númer 1 og þar notuðu þeir bara stimpilinn í staðinn fyrir að skrifa hérna eins og á að gera nafnið Skeggjastaðir, þá skelltu þeir bara stimplinu 300 hérna í hornið. Þannig að þetta er dálítið sérstakur hlutur, skemmtilegur. Svo er hérna lausmerki með sama stimpli. Það var nú flott upp á síðustu aldamótum, þá þurfti ekki lengur að nota frímerki á bréf, sendibréf. Það var nú bara að láta stimpla þau á pósthúsum. Þá náttúrulega dró strax úr áhuga fyrir söfnun á merkjum og síðan hætti póstþjónustan að gefa út frímerki fyrir þó nokkrum árum. Það var ekki orðið nokkur markaði fyrir það. Áður var stór hluti af því sem frímerkjasalan fékk fyrir sölu á frímerkjum var beint til safnara. Ég held að það verið bara upp undir 10% af hlut sem var bara beint til safnara til þess að setja inn í bækur bara ónotuð merki, augaði þannig. En nú er það liðin tíð og það er ekki bjart framöndan í frímerkjasafnum. En ég held að verði nú samt alltaf til safnarar. Og sérstaklega á þessu gamla dóti sem er hægt að safna svona einhverju viti og hafa mikla ánægju af því, finna út. Er þetta alveg svona stór menning ennþá á Íslandi svona meðað við útlöndin? Ég held að þessi menning er allan heim. En ég held að hún sé nú bara svona í hlutfalli ekki mikið minni hér allavega heldur en víðast annars staðar. En áhuginn er mjög mikill á Norðurlöndunum. Og til dæmis í Svíþjóð þar er sérstakt félag, Íslands safnarafélag og var lengi í Þýskalandi líka og Bandaríkjunum. Svona félag, ég held að sé hvergi orðið nema eftir í Svíþjóð og í því eru safnarar allan heim. Ég hef búinn að vera að safna
félagi í því félagi alveg, já, sennilega 30 ár. En þeir gefa út blað, þeir gerðu, og í því, það helgaðist bara, það voru bara fréttir af frímerkjum og stimplum, eða var að finna spyrja með þessu, það voru myndir af því og myndir af sjaldgæfum stimplum og það var geysilega mikið þekking sem maður gat aflað sér með í þessu blaði. En eins og ég segi, ég held að söfnun leggist nú ekki af, ég trúi því ekki. En ég held að ég mun aldrei deyja út alltaf, það er alltaf einhverjir. Já, það er alltaf einhverjir. Það er bara eins og með tónlist, Já, alltaf að vera að hlusta á gamla tónlist. já, já. Ég bara þakka þá fyrir mig bara, Já. ekki hendun á þér hérna. Þakka þér sjálfur.